Þá ætlum við að fara yfir CSS, en CSS eru Cascading Style Sheets sem er Style Sheet mál, sem forritunarmál, sem lýsir framsetningu á skjali sem skrifið í markup language. Og við notum þetta náttúrulega mest með HTML, en svo þessi XHTML gamli staðall, hann getur notað CSS, XML getur notað CSS, SVG myndir geta notað CSS. Og þetta hannað með það í huga að aðskilja efni frá útliti. Þannig að þetta bara vinnur og hannað til þess að vera besti vinnur HTML. Og tengingin á 3 vegu, svo sem við viljum oftast nýta að vísa bara í CSS skrá í head helst með link sem þá element sem skilgreinir einhver tengingu á milli skjala með einhverju relationi sem segir að þetta sé style sheet tenging með síðan href yfir í skjalið sjálft eftir því hvar það liggur með afstæðri tilvísun. Síðan getum við verið með style block sem þá bara í style elementinu sem þá bara inniheldur allt CSS sem texta. Þetta eitthvað sem við gerum stundum og stundum við til dæmis viljum fara einhverjar optimization æfingar á CSS-inu okkar. Oft kallað critical path eða fara að skoða eitthvað nánar en yfirleitt viljum við ekki gera það. Svo getum við sett style attribute og element og það ætti aldrei að vera gert nema við vitum hvað við erum að gera. Og þá sáum við dæmi það til dæmis ef við erum að animera eitthvað að þá viljum við hugsanlega vera að breyta einhverju gildi á elementinu sjálfu til þess að láta það uppfærast á vefsíðunni. CSS með einfalda málfræði svona miðað við önnur forritunarmál og við erum að vinna með reglusett sem samanstendur af selektorum, yfirlýsingum og svo getum við haft comment. Svo getum við haft svona reglur líka en þetta það sem við erum bara 95% af því að vinna með CSS að vinna með svona hluti. Þannig að CSS einfalt en það ekki einfalt. Það mjög flókið síðan að vita hvaða selektora við erum að velja og hvaða yfirlýsingar eigum við eða property og value við erum að gefa hverju og einu. Selektornir eru þannig að þetta eru strengir sem lýsa því hvaða element við viljum að taki við þessum yfirlýsingum sem við erum með. Og þær skiptast í 6 flokka og við getum tengt það saman með 4 gerðir af samtengingum. Og þessi 6 flokkar eru type selector, class selector, ID selector, pseudo selector, svo mann ekki hitt, attribute selector og stjarna sem universal selector. Svo erum við 4 gerðir af samtengingum, þar sem við erum með bil, sem því bara þetta einhver staðar fyrir neðan tréð, þetta eitthvert barn eða barnabarnabarn. Við erum með stærra en, sem því þá þetta verður að vera strangt barn, þetta verður að vera nákvæmlega barn, þessi element sem við erum með í fyrir selektornum. Síðan erum við með sibling selektorinn og við erum með adjacent sibling selektorinn. Þannig aftur, ekkert vola mikið, svona aðeins meiri flækja kannski, en samt. CSS, eins og HTML, hannað til að vera mjög svona fyrirgefandi á minni háttar villur. Til dæmis ef okkur vantar tvípunkt eða semikomu, þá það bara hunsað, þangað til að CSS parserinn getur recoverað, þangað til að sér bara næstu semikomu. Eða ef það sé gildi sem það þekkir ekki eða eigindi sem þekkir ekki, þá þau bara hunsuð og haldið áfram í næstu. Sem gerir það verkum að CSS getur vaxið og við getum byrjað að nota í dag eigindi sem hugsanlega ekki komin í alla vafra og það hefur engin þannig séð áhrif. Það hefur bara áhrif ef þau eru ekki studd og við hugsum ekki eitthvað svona fallback en það hefur engin áhrif á það að parsa og birta restina af CSS okkar. Það geta samt verið meiri háttar villur, til dæmis ef við erum ekki með balance í curly-brekkutunum okkar, að þá mun skjalið vera parsað og lesið þar til við lendum í þeirri villu, en restin verður hunsuð. Og reglusett insert inniheldur þessar yfirlýsingar eða declarations sem eru þá eigindi, property og value, mjög mörg eigindi en færri gildi. Svo getum við verið með svona shorthand, þar sem við getum sagt mörg gildi í einu, eins og hérna fyrir margin, þar sem við erum að setja alla 4 staðsetningarnar í einu.
Gildi og einingar eru nokkrar og hvert eigindi sem við erum að vinna með tekum við mismunandi gildi. Þetta er svolítið svona eins og elementin í HTML. Þarna verðum við bara að fá sens á það hvað við erum að nota mest. Við notum til dæmis display eigindið mjög mikið, þar sem við erum að breyta úr flex, inline eða block eða grid. Yfir í svona kannski meira eitthvað sem við notum bara sjaldan, eins og hvernig við stillum, hvernig text rendering kemur fram eða eitthvað svoleiðis, skilgreiningar á leturgerðum og þess aftar. Og þá flettum við þessu bara upp, hvort sem það er í staðlinum eða einhverju eins og MDN og sjáum í raun hvað við getum notað. En það eru nokkrar svona áhugaverðar einingar og þá er kannski svo skemmtilegasta er EM eða M og REM eða Relative M og þá er þetta leið til þess að setja skilgreina allt út frá einhverju hlutfalli sem við erum þá að fastsetja við einhverja grunnstærð og hún er í raun 16 pixlar ef við skilgreinum ekki fontsins á HTML en með því getum við stillt þetta hlutfall og stækkað eða minnkað allar þessar hlutfallslegu einingar í samræmi við það. Og EM-gildin eru skrítin að því leyti að þau eru margfölduð í gegnum foreldri sín eða ancestorana sína en það á ekki við EM en það horfir alltaf bara beint í ekki relative heldur root. Svo erum við skjáprósentu einingar og þá er vaff tvöfalt vaff, ein eining af breiddina er 1% af breidd skjásins og þannig að 100 er allur skjárinn af breidd sama með síðan viewport height og svo nýlega bara í haust var verið að bæta við og styðja í fleiri vöfurum fullt einhverja 6 nýja svona viewport einingar. Þannig að þið hefur gaman af CSS þá er það eitthvað hægt að skoða og þá er það allir að geta brugðist við mismunandi skjám í tækjum eins og svo iOS ef við erum með stikuna niðri sem er oft föst niðri og stikuna uppi sem er oft líka föst og þá var 100 waffa er ekki skilgreint. Er það allur skjárinn eða er það bara content area sem ég er að vinna með? Þannig að það eru einingar komnar sem að skilgreina þetta mun betur. Síðan í CSS 2.1 sem var þessi CSS staða sem við vorum með lengi vel bara í einhver 8 ára eða eitthvað einu sem við getum notað og þar er skilgreint þetta box model sem lýsir því hvernig öll þessi rétthundu box sem við erum að vinna með í CSS eru mynduð og það samanstendur þetta af margin, border, padding og svo width og height skilgreiningum á elementinu sem við erum að vinna með og út frá þessu þá fáum við leiði til að reikna nákvæmlega hversu stór boxin okkar eru þegar það kemur að því að láta þau að læna saman hvort sem það er í flexbox eða í grid eða bara ef við erum að nota display block og stýri því hvenær hlutinni fara í nýja línur og svona þess aftar. En þegar við erum að vinna með CSS þá erum við að skrifa þessa selektora og þessi selektorar geta klassað. Við getum verið að benda á sama elementið með sama eigindinu með mismunandi gildi og þá þarf einhverja leið til þess að það sé hægt að útkljá hvað á að nota. Þar kemur specificity inn sem er svona fend þar sem að við erum með A sem er 1 ef það er í style attribute, annars er það 0 B fjöldi ID selektora, C fjöldi attribute selektora og gerfiklassa og D fjöldi element selektora og gerfi elementa og út frá þessu þá reiknast einhver tala sem síðan hærri talan ef við ímyndum okkur að við myndum bara sleppa þessum kommum inn á milli þá það sé ekki alveg einföldun en virkar yfirleitt að þá fær það sá selektor hærra vægi og yfirskrifar þá aðra selektora sem að setja önnur gildi á sömu eigindi. Og síðan höfum við þetta cascade sem er í cascading style sheets sem þýðir að þegar að það er verið að reikna út hvað á í raun og veru að birta að þá er raun farið yfir alla selektorana og reiknað út specificity fyrir þá alla og allar öll eigindin út frá hvaða gildi þeim er gefið og hvaða gildi erfast og hvaða gildi eru hafa ykkur vel skilgreind
byrjunargildi og þessu öllu raðað og svo þetta reiknað saman en þessar skilgreiningar geta koma frá 3 stöðum og það þá user agentinn sem þá vafrinn sem að segja til dæmis að H1 element með 1,75 EM stærð og feitletrun í flestum vöfrum. Svo frá notenda, það til dæmis frá mér, ég get sagt hérna að ég get farið í vafrastillingar og breytt í þannig að hérna, allir texti eigi að vera X stærri eða ég get verið með eitthvað einhvers konar extension sem segir að allir linkar eiga að vera bláir og undirstrikaðir og þeir yfirskrifa þá aðra skilgreiningar og svo frá höfundi eða author sem þá höfundi vefsins sem við sem vefforritararnir sem búin að setja í vefinn. Þannig að út frá þessu kemur þetta hvernig CSS velur hvaða element fá hvaða gildi. Síðan höfum við í raun fullt af svona skilgreiningum á því hvernig ákveðnir hlutir virka í CSS. Við erum með Visual Formatting módelið sem líka skilgreint í CSS 2.1. Það gerð boxa með display og það block versus inline. Það þetta eðlilega flæði eða normal flow skilgreint sem það sem bara hvernig CSS haga sér með block og inline element bara áður en við gerum nokkuð. Staðsetning með position eigindinu og síðan staðsetning eða svona leið til þess að hnika til elementum með því að nota float eigindið. Og svo þriðja vítin þegar við fyrir að vinna með position með því að nota hérna seta index sem segir hversu langt eða hérna nálagt boxið okkur út frá hérna því hvað það tegnast. Þannig að hærra seta index því að boxið tegnast nær okkur, það tegnast ofar í þriðju vitinni. Þannig að þetta diskrít stökk á milli, þetta er ekki hérna, samfelldur seta ás. En þess að normal flow þetta sem að gerist bara sjálfgefið og það þá block element, reyna að fylla upp í breidd foreldri síns og inline element form ekki blokkir heldur dreifa sér í línu, þannig að við fáum bara, ef við erum með EM og strong element hlið við hlið, þá birtast þau bara hlið við hlið og þannig að við getum lesið upp eins og texta, en ef við værum með í div, þá myndum textan birtast í hvorum sé í nýri línu. Og position gildið getur tekið þessi hérna, gildi, þá static, þetta eðlilega flæði sem sjálfgefið gildi, relatíft, það hlutfallslegt í eðlilegu flæði, það tekur pláss en við færum það, við hnikum því til með left, top, right og bottom eigindunum. Absolute, fjarlægir það algjörlega út úr eðlilegu flæði, sama með fixed og sticky og þá þessi hérna absolute bara einhvers þar út frá fyrsta containing block, fixed út frá glugganum og sticky fast en hlutfallslegt út frá foreldrinu sem það teiknað út frá. Við getum svo notað saman eða ekki, svo absolute, svona relative til að fylla inn í það box. Jú, en þú getur ekki notað mörg á sama elementið, þá þarftu að vera með mörg element. Það sem til dæmis þú ert með position absolute á elementi sem með foreldri, sem með position relative. Að þeim leið að við gefum þessu annað gildi en position static, þá fáum við containing block sem þá í raun núllpunkturinn sem við miðum út frá. Eða ekki núllpunkturinn heldur það foreldri. Síðan getum við farið að vinna með leturgerðir eða fonta og þeir alls konar, við getum hlaðið inn okkar eigin leturgerðum, við getum stakkað og minkað og gert alls konar. Svo getum við notað flexbox sem svona, mest notað en grid sækir á flexbox. En þetta leið til þess að layouta efni og við getum notað þau bæði bara í litlum samhengi, eins og bara láta 2 línur vera jafn birtast í sömu línunni þó það séu mismunandi element eða til þess að miðja hluti nákvæmlega innan einhvers foreldris. Myndir oftast nota flex sem svona barn af grid? Já, eins og ég hugsa þetta, mitt mental model fyrir það að ég nota grid til þess að stilla upp alveg hvernig síðan lítur út í stóru myndinni. Ég myndi taka allar einingarnar sem við myndum kannski kalla fyrirsagnirnar, körtin okkar, takkan okkar og svona, ég myndi bara fylla það inn í það með einhverjum lit, það væri bara svona alveg bara einhverju hlutir sem við viljum staðsetja og svo innan hvers þeirra
þá myndi ég nota display flex, eða nota flexbox til þess að raða. Já, ég vil að þessi hérna hægir sig svona ef það er mynd, ef það er ekki mynd þá vil ég að textinn, hann fái, hann flexi, þannig að hann stækki, ekki, já. Já, það er mjög gott, en svo er þetta svona eins og í mörgum verkefnum, það fer eftir ýmsu, stundum vill maður nota þetta einhvern veginn öðruvísi. Og þá í raun, þegar við segjum að eitthvað element sé með display flex, þá það orðið einhverjum flex container og þá erum við með öll börn þess flex containers verða flex items sem eru þá í raun taka tillit til þessara flex attribúta eins og align items, justify content, justify items og þau geta tekið flex skildi, flex 2.1 til dæmis segir þetta á stækka hlutfallslega 1 miðað við restina og þá getum við fara líka lengur og sagt þau mega stækka, þau mega minnka, þau mega gera bæði eða þau hafa verið með einhverja ákveðna base stærð sem við viljum stækka. Þannig að við höfum mjög mikla stjórn á því hvernig við teiknum og látum hluti raðast upp með flexbox. Hvernig var þetta inline flex? Hvernig foreldrið, hvernig Þá raðast foreldrið inline með sínum systkinum. Þannig að við erum með 2 display flex inline flex, þá raðast þau hlið við hlið en allt inn í þeim flexast eftir skilgrunum. Já, þú veist, þetta svona, maður grípur ekki oft til þessa en það kemur fyrir. En síðan svona annað heimspekilegt hugtak sem er samt svona mikill í praktík sem þessi skanalega veffönnun sem kemur það inn í það sko að við sem vefforeldrar séum að setja eitthvað upp á nákvæmlega skjá eins og í þessari tölvu hér eða á skjá sem er með heima hjá mér í vinnunni sem er risastór eða einhvern veginn að það ekki það sem við höfum að vera að horfa á sem sjálfgefna viðfangsefnið. Heldur eigum við að geta hugsað það að þetta getur birst, efnið okkar á að geta birst í bara hvaða samhengi sem þó með eitthvað svona lágmark, kannski meikar ekki sens að geta birt hlutina í 100 sinnum 100 eða jú, ef við fyrir að hugsa kannski viljum við að geta stutta að þetta birtist á einhverjum snjallúrum sem alveg eitthvað sem að sumir vefir vilja geta gert alveg upp í, kannski ég veit ekki 3000, 4000 pixla breiða skjái eða hugsalega einhverja stærri erum við að fara að birta eitthvað sem á að vera sett upp á einhverja skjáarpa þar sem við höfum bara miklu meira pláss. Þetta allt bara tengist samhenginu sem við erum að vinna verkefnið í en allavega viljum við geta birt hluti frá svona 320 upp í 400 upp í 1800, 2000 pixla og við viljum í raun að allt þar milli sé verkefnið okkar nothæft í. Og það gerum við með því að vera með eitthvað svona sveigjanlegt umbrot eða flexible layout eða responsive layout og yfirleitt viljum við vera með einhverja grind þar sem við getum í raun stillt það að eitthvað taki ákveðna marga dálka sem hjálpar okkur bara við það að hafa eitthvað kerfi. Við getum alveg gert það án þess að hafa grind nema að þá verður þetta svolítið happa-glappa hvernig við erum að staðsetja hluti. Þannig að það gefa okkur einhverja svona guidelines þá erum við að passa upp á þessi samhengi hjá okkur. Þannig að hlutinni séu svona það sé svona internal samhengi í því til dæmis þetta stækki ekki og hitt stækki ekki fyrir að ég er komin í eitthvað minna og að hlutinni hafi svona, já, það sé ykkur harmonía í þessu hjá okkur. Svo erum við með sveigjanlega myndir og miðla, myndirnar okkar þær stækka og minnka eftir því í hvaða plássið það birtast, líka vídeo eða annað efni. Og svo erum við með media query sem leyfir okkur þá að gera breytingar á því hvernig layoutið okkar hagar sér eftir því hversu stórt pláss, eða mikið pláss við höfum. En media queries, þær horfa bara á stærðina á vafraglugganum sjálfum, en við erum að stefna í algjöran game changer sem eru container queries. Þess að við getum hugsað það. Við erum með media queries, hugsað stærðina á vafraglugganum, en hvað ef við geti hort á og hugsað stærðina á containernum. Þannig að ég geti verið með eitthvað kart sem er að birtast inn í einhverjum container og eftir því hvað sá container er breiður eða hár eða ekki mjór að þá get ég sem barn þess containers breytt í hvernig ég stilli mér upp. Mjög spennandi og mun í raun breyta mikið hvernig maður hugsar þetta. Og mobile first er þessi hugmynd að í staðinn fyrir það að byrja í stóra skjánum mínum og
og síðan svona láta hlutina passa eftir því sem ég íti þeim niður að við byrjum neðst, byrjum að því að hugsa default birtingin mín í einhverju litlu tæki og síðan eftir því sem ég stækkar þá breyti ég til. Þannig að við byrjum að því að segja áður en við fyrir að nota media queries þá segjum við hérna, já, with 100%. Þetta á bara að fylla út í allt. Svo fer ég í skjá sem með 800 pixla breiðari eða meiri, þá þetta hérna with 50% eða eitthvað slags. Þá vil ég fá 2 item hlið við hlið. Yfir 1000 þá ég að fá 1/3, 1/3, þannig að þá koma 3 og svo framvegis. Já, það alveg æfing. Hérna verkefni jólafrísins. Biðjum snjallúr í jólagjöf og gera svo vefaði. Og þegar við erum að vinna með þetta, þá það mikilvægasta sem við gerum að vera ekki að hugsa nákvæm gildi. Ekki setja inn 250 pixla þegar það virkar í nákvæmlega þeim tímapunkti sem ég að horfa á þetta eða gera þetta, heldur að hugsa það sem hvað eru þessi 250 pixlar hlutfallslega miða við það efni sem við erum að birta þetta í. Þannig að þeir geti hugsalega verið 50% og svo stækka þeir að minnka eftir því sem að skjárinn minnkar eða stækkar. Þannig að þetta skalast. Og svo viljum við yfirleitt setja eitthvað maxvitt þess að passa að þetta verði ekki óendanlega mikil skölin út í einhverju vitleysu. Það í raun þetta. Responsive líka hugsa það hvað gerist ef við erum með rosalega mikið pláss, alveg eins og hugsa það hvað gerist ef við erum með rosalega lítið pláss. Síðan erum við með CSS Grid og það yfirleitt notað til þess að skilgreina skipulag eða layoutið á síðu og þá hugsa við þetta í röðum og dálkum og kallar alveg aftur til þess þegar við vorum fyrst að byrja að vinna á vefnum og fólk notaði bara table elementið til þess að stilla upp vinstri dálki og meginefni og hægri dálki og fæti og okkur svona. En þannig þetta sérhanna til þess. Svo höfum við skoðað leiðir til þess að vinna með hjálpa okkur við að búa til eitthvað skipulag á selektorunum okkar og sérlega notað BEM sem þetta Block Element Modifier sem ekkert sérstaklega kannski smart en aftur þetta kerfi sem hjálpar okkur að vinna verkefnin á skipulegan máta. Þannig að við séum ekki bara að gera eitthvað sem okkur dettur í hug þeim og hverjum einum tímapunkti. En þetta CSS og við taka okkur pásu núna til 15:50 og skella ykkur takið og tól og JavaScript.